Ég sé allan að það eitthvað svona stígur hérna, aðeins lengra hér, en ég ætla að aðtók hvort að það sé ekki svona vel merktur og flottur stígur. Ég fann stíg og fann líka formann Skógræktarfélags Borgarfjarðar, Pálmi. Hæ. Hérna, ég sé að þú ert að vinna hérna í stígnum og er þetta aðalstígurinn hérna svona í skóginum, þessi stígur sem liggur hér ekki? Þetta er aðgöngustígur. Það eru fleiri stígar. Þetta er svona líka vinnuslóðar á sama tíma sem þjónast það. Þetta er svona skemmtilegasti stígurinn í skóginum og líka þá trjásafn og hérna allar tegundir eru merktar spjöldum, þannig að maður getur séð hvað það heitir. Og eru þið búin að vera að gróðsetja mikið í sumar eða? Sumar erum við að gróðsetja á vegum Kolviðar í samstarfi og það eru komnar 80.000 plöntur í sumar í reitina við Hvítá. Og hver er svæðið nær alveg að Hvítá, en 80.000 plöntur, það þarf margar hendur til þess að gróðsetja það. Bara þú ert ekki búin að gera einn eða? Nei, 4 hendur. Tveir. Það er ekki svo margt. Já, það er svo gott. Það er endar oft í þessum skógræktarfélögum, þetta er oft á fáum höndum. Já. Þannig að það er náttúrulega, eru þið komnir alveg að Hvítá eða? Nánast, já. Það er næsti reitur að byrja sem er nánast við ána. Þannig að það eru svona nokkrir 2 metra frá áni. En hvaða tegundur hafi verið að setja niður? Við erum að setja niður birki, stafafuru, ösp og sitkagrein. Ok, Þannig að þetta eru tegundir í rauninni sem eru pottþéttar, það er takast á þessum svæði og eru með góðan vaxt. Ég sé líka að það er svona ýmsar svona aðra tegundir svona inn á milli. Eru þið að pota inn einhverjum öðrum? Ég sé þarna og eitthvað svona. Er það líka eitthvað sem þið er að gera markvisst? Já, þetta er gert markvisst. Hér er mjög fjölbreytilegur skógur og við getum séð til dæmis eikardrén hérna og líka eitthvað síprustegundum og í rauninni er eikarskógur mjög góður þegar það kemur á blöndunum skógum og fjölbreytileika í skóginum. Þið eru svolítið að leggja upp í að hafa þetta svona blandskóg eða ekki? Já, það er planið hér og þetta takast mjög vel líka. Allar þessi tegundir eru að vaxa þó sumar aðeins hægar en það er mikilvægt að hafa þetta á skóginn í kring og veita skjól, þá geta þau vaxið. En hafið þið eitthvað verið að grisja? Er það komið tíma á það eitthvað? Aðeins já, það er svona meira millibilsjöfnu núna þetta er frekar ungur skógur þegar það kemur að því, en samt það vantar alltaf að grisja af því að það var sérstaklega í fyrstum gróðursetningu þá var meters millibil eins og allt staðar, það er löngu kominn tími á það en samt það er góður staður. Kannski bara ekki tími, við erum bara 4 hendur, stígar, gróðursetja og kannski bara ekki tími. Það er kannski fá einhvern í það bara. En svona ef fólk er að heimsækja skóginn, hvað er með nesti og svona, er hægt að setjast einhvers staðar niður og borða nesti og svona eða? Já, hér er Höskuldargerði aðeins fjær, svo er einn bekkur aðeins lengra upp. Og svo er náttúrulega annar bekkur hérna í flettinu, þannig að það eru 2 staðir sem fólk getur sest niður og borða nesti. Ég sá hérna, það er svolítið að sveppum í skóginum. Er fólk að koma mikið hingað til að tína sveppi eða? Ekki mikið hingað. Það eru nokkrar tegundir sem eru ættar hér. Kúalúpi vex hérna og nokkrar fleiri tegundir, en aðalsveppurinn sem finnst í Borgarfirði er ekki kominn hingað. Það er kóngssveppur, hann finnst ekki hér. Þarf ekki að breyta því? Það þarf að breyta því. Bara að koma aðeins, smita Er það einhver sveppu tengdur birkinu eða hvað, eða bara? Kóngssveppurinn tengist birkinu og líka sitkagrein. Hér er sitkagrein, það eru nokkrir staðir sem sitkagrein vex vel og sveppurinn líka getur verið hérna.
En hérna, ég veit ekki, fuglarnir eru örugglega mikið að flækjast á milli og hérna með gróm. Það er bara spurning hvort að mannfólkið ekkert bara ganga í verkefni og koma honum hingað. Koma kónginum heim. Já. Herra, ég sem að kíkja hérna stíg og kíkja kannski á þetta trjásafn og ég ætla bara að þakka fyrir spjallið og gangi vel með þetta hérna. Takk. Það er nóg að gera. Það er nóg að gera, já. Það er gaman að þessu. Já, það er bara... Yrki hérna, maður tekur eftir því að þetta hlýtur nú að vera eitthvað embluyrki eða eitthvað svoleiðis. Það eru alveg þráð bein hérna mörg trén og með fallegan hvítan stofn. Það sem ég var að tala áðan, það er svona inn á milli alls konar svona eitthvað öðruvísi. Fyndi ég var að tala áðan með stígana, vantaði stíga, ég vildi ekki að eitthvað koma með svoleiðis komment og þá hitti bara mann sem bara er að gera stíginn hérna undan okkur líka við. Ég er að setja í hann og rosa flott. Ég ætti kannski að gera meira af því að segja eitthvað og þá bara gerist hlutir. Hérna byrjar örugglega þetta trjásafn og hér er merkt trjátegundin stafafura. Hér erum við komin á stað sem heitir Eggertsflöt. Árið 1767 fór fram brúðkaup hérna. Þar sem Eggert Ólafsson skáld, náttúrufræðingur og lögmaður gekk að eiga Ingibjörgu Guðmundsdóttur. Það sem vakti svona athygli mína hérna er að brúðkaupið og veislan stóð brúðkaupsveislan stóð í heila viku. Það verið svona álveru. Já, en svo er hérna borð og það er hægt að sittast niður og borða nestið, þannig að hér er sniðugt að koma og njóta. Hér erum við með bláklukku. Það sem er áhugavert við bláklukkuna, hún vex fyrst og fremst á Austurlandi. En hér er hún á Vesturlandi. En kannski hefur hún borist hingað bara með trjáplöntum frá Hallormsstaðaskógi. Já, ég veit ekki. Ég segja þetta gott. Ef þið komið og heimsækið skóginn þá myndi ég hvetja ykkur til að fara til vinstri. Það er þessi fallegi og skemmtilegi stígur sem liggur hérna inn í skóginn og er með merktum trjám, það lítið trjásafn. Og svo er hérna flötin, Eggertsflöt, sem er eftir að borða nesti. Ég finnst samt hérna að ég hafa bara séð svona lítinn hluta af skóginnum, þannig að það væri gaman að koma ykkur aftur, en
og stefni á að gera það sem. Takk fyrir að fylgjast með.